Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Takk fyrir að vera að horfa eða hlusta hvar sem þú ert. Þetta er 100. þátturinn minn. Ég er mjög hrifin og stolt af því og að enda árið með honum og ég er komin með meira en 1000 áskrifundur, þannig ég er mjög þakklátt fyrir það. Svo þetta er síðasti þáttur ársins að sjálfsögðu því að það er gamlársdagur. En ef þér líkar efni þáttarins, smeltu þá endilega á like eða subscribe og deildu honum með vinum og vandamönnum sem kynna hafa áhuga á að kynna sér efni hans. Ég ætla að fjalla aðeins helstu punktana í stjörnuspekinni núna þegar árið er að enda, því að margir hafa talað að áramótin hafi í raun verið þegar að vetrarsólstöður voru. Og ég ætla að fara yfir svona nokkra helstu punkta janúarmánaðar sem að byrjar með pínu hvelli. En við stöndum hérna á mörkum milli áranna 2025 sem er að renna sitt skeið og ársins 2026 sem er að banka upp á, náttúrulega bara tiltölulega eftir örfá klukkutíma. Svo ég tók saman nokkra punkta því að þetta teljast ekki vera venjuleg áramót. Því það er virkilega eins og eitt tímabil sé að lokast og þessi annað að opnast. Árið 2025 hefur verið ár mikilla umbreytinga, eins og ég er búin að fjalla í fyrir þáttum og greinum og öðru þess áttar, en að mínu mati var ein táknrænasta birting þessara umbreytinga þegar Þríæi Atlas fór inn í sólkerfi okkar og var í næstri samstöðu við jörðina þann 19. desember. Daginn eftir var svo nýtt tungl, þess að búin að festa hérna slána mína, og þann 1. desember voru svo vetrarsólstöður og þær marka alltaf endurfæðingu ljóssins og eru í hugum margra hinn eiginlegu áramót sem við erum að fara í gegnum. Við erum því að mínu mati bókstaflega að ganga inn í nýja tíðni og meira ljós og stöndum því á þröskuldi mjög nýrra tíma. Framundan er enn eitt umbreytingarárið sem færir okkur nær því sem margir kalla hina gullnu öld Vatnsberans sem talin er verða búin að festa sig endalega í sessi árið 2032. Eitt af því mikilvægasta í janúar 2026 er þó að Neptúnus fer úr fiskunum yfir í hrúti. En Neptúnus er önnur af þeim plánetum sem stjórna fiskunum, hinn plánetan er Júpíter. Þetta markar lok 14 ára tímabils Neptúnusar í fiskum og upphafið á 967 ára hringferli Neptúnusar vegna þess að hrúturinn er fyrsta stjörnumerkið í stjörnumerkjahringnum. Þess vegna er þetta nýtt upphaf, algjörlega. Neptúnus í fiskum, hann hefur verið leyst upp blekkingar, gamlar hugmyndir úr þrívíddarkerfinu, eða þriðjuvíddinni eins og margir tala um. Neptúnus í hrútnum, hann kemur hins vegar til með að kalla á hugrekki okkar, sjálfstæða vitund og að við stöndum í okkar eigin sannleika. Janúar opnast ekki mjúklega, orkan í mánuðinum getur virkað eins og innra röntgentæki, á hverju vill er í röntgenmyndavél, það sem allt sést, en hluti sem við höfum vanist að keyra áfram á sjálfstýringu, þar sé að viðbrögð okkar minnstur og varnarviðbrögð koma upp á yfirborðið, ekki til að refsa okkur, heldur til að leysast upp. Og orkan í janúar, hún hjálpar okkur í rauninni að losa okkur við þessar gömlu minningar sem hafa sótt á okkur aftur og aftur og þessi gömlu mynstur sem við höfum verið að endurtaka. Það er að breytast orkan eða tíðnin í janúar í þessa átt. En janúar spyr í raun hverju ertu tilbúin til að sleppa til að stíga inn í næstu útgáfu af sjálfri eða sjálfu þér. Það er stóra málið. Fyrstu 10 dagar janúar eru á vissan hátt óstöðugasti og viðkvæmasti hluti mánaðarins. Þeim fylgja meiri tilfinningasveiflur, meiri innri spenna og meiri viðkvæmni í samskiptum. Tunglið í Krabba sem verður fullt þann 3. janúar og það er ofurtungl, þess vegna mjög nærri jörðu, það dregur allt mjög nærri hjartanu. Venus, Mars og sólin eru í samstöðu á þessu fulla tungli
en sú afstaða er mjög tákgræn fyrir jafnvægi á milli karl- og kvennorkunnar. Ef þessi orka er í ójafnvægi getur hún komið fram sem dramatík, ofurviðbrögð eða gömul særindi og sár sem vilja athygli. Og þá þarf að takast á við þau og leyfa því að fara. Við getum hvatt. Þetta er ekki tími til að taka stórar ákvarðanir. Þetta er tími til að vera meðvitaður allt það sem er að gerast innra með okkur. Á þessu fulla tungli er Úranus á 27 gráðum í Nauti í samstöðu við fasta stjörnuna Algol. En Algol er tákgræn pláneta fyrir afhöfðun, það er að segja í eiginlegri eða óeiginlegri merkingu, þeirra sem eru á valdastólum. Því að ensku er talað heads of state, það er að segja höfuð í ríkisrekstrinum eða ríkisstjórninni. Og við höfum þegar séð ríkisstjórnir falla víða heim núna árið 2025 og fólk í valdastöðum missa stöðu sína bæði hér á landi og annar stað. Og sú þróun er líkleg til að halda áfram. Þessar breytingar snúa ekki bara að stjórnmálum, þær snúa einnig að hreinsun kerfa sem byggja ekki lengur á sannleika og heilindum. Úranus í Nauti, hann hefur sterk tengsl við orku jarðarinnar eins og við höfum áður talað og dagana 7. til 10. janúar eru þessi áhrif Úranusar mjög öflug þó einkum þann 9. janúar þegar verða mjög spennuþrungnar plánetaafstöður. Þá verða Venus, Sól og Mars í samstöðu í steingeit í 180 gráðu spennuafstöðu við Júpíter í Krabba. Jarðeðlisfræðingurinn Stephen Burns sem fjallar jarðfræðilega virkni, sólgos, jarðskjálfta og eldgos í þáttunum sínum á YouTube hefur einmitt bent á að líkur séu á aukningi á stórum jarðfræðilegum atburðum þessa dagana. Þeir gætu tengst jarðskjálftum, eldgosum eða ýmsum óskilgreindum ofsa í veðurfarinu. Og þá fjallar hann að við megum einkum eiga von á svona atburðum á skilum jarðflekanna og eins og allir vita þá er Ísland á 2 jarðflekum svo við megum alveg eiga von á einhverjum slíkum atburðum á þessum tíma. Einnig löndin við Miðjarðarhafið, einkum Ítalía og svæði í kringum Ítalíu og svo og í kringum flekaskilin beggja vegna Kyrrahafsins en þar eru jarðflekaskil og sem kallast Ring of Fire en Stefán hefur samt aðalega beint sjónu sínum að eldfjöllum bæði á landi og neðansjávar úti fyrir Ítalíu. Þar sem hann segir að það sé mjög brothætt skil þarna og platan frá Afríku gengur undir plötuna frá Evrópu. Þannig að við getum vænst þessa, en þessar upplýsingar eru ekki setta fram sem spá, heldur eins og allt í stjörnuspekinni sem líkindi. Meðvituð viðvörun sem alveg sjálfsagt að taka tillit til, en mikilvægast þá alltaf fyrir okkur, hvert og eitt okkar, að halda góðri jarðtengingu, innri ró og vera vel tengdur í eigin líkama. Því þar í rauninni róin okkar. Eftir 10. janúar þá fer orkan smá saman að léttast, skýrleiki eykst hjá okkur og fókusin verður skarpari sem er mjög gott. Og nýja tunglið þann 18. janúar í Steinget einn uppbyggilegasti punktur ársins. Og það alltaf gott að setja sér ný markmið, langtímamarkmið á nýju tungli, einkum á þessu tungli í Steinget vegna þess að Steingetin hefur tilhneigingu til að vinna að uppbyggingu hlutana og vera svona stöðugt að klifra í átt að markmiðum sínum en við megum eiga von á því að markmiðin fara að skila sér kannski eftir 6 mánuði eða svo. Við getum líka tekið ábyrgðarfullar ákvarðanir á þessu nýja tungli og tekið ákvarðanir að byggja upp eitthvað sem endist. Í síðasta hluta janúar þá fara 3 persónlegar plánetur
framhjá og fram fyrir Plútó í vatnsberanum, en þær eru Mars, Sól og Venus. Það eru ennþá þessar 3 plánetur sem halda áfram að vera í nokkuð öflugri samstöðu. En orkubreytingin eða orkuumskiptin sem þær valda tákna djúpa umbreytingu. Þessi umbreytingu sjálfsmyndar, sambanda sem að geta annarkvort styrst eða flosnað upp af því að það er bara ekki orka í þeim lengur til þess að halda þeim saman. Hugsunar, það er að segja hvernig við hugsum og metum allt í kringum okkur og hvernig við notum kraftin okkar. Mér dettur í hug í sambandi við þetta er að ég er að bjóða upp á mjög sérstakt námskeið sem ég kalla settu markið hærra, sem er kannski ekki rétta heitið að því vegna þess að ég er fyrst og fremst að kenna hvernig við getum verið að vinna í þessari nýju og breyttu orku. Og námskeið hefst 5. janúar og það er hægt að finna upplýsingar um það inni á vefsíðunni minni guðrúnbergmann.is. En það má líka þessum umskiptum sem fylgja því að pláneturnar fara yfir Plútó, því Plútó hefur áhrif á þær í ferlinu, við þau umskipti sem verða þegar við förum yfir landamæri, einhver þar sem er landamæra eftirlit. Þar sem allt það gamla sem við höfum verið að draga á eftir okkur fær ekki lengur að fylgja með okkur. Þannig verðum að skilja það eftir. 31. janúar, hann gæti talist vera besti dagur mánaðarins því að hann er frábær fyrir nýtt upphaf, sérstaklega tengt nýsköpun, tækni og gervigreind, af því að hún er komin til að vera svo það er eins gott fyrir okkur að læra á hana. Janúar 2026 er ekki mánuður til að flýta sér. Hann er mánuður til að hlusta, finna, skynja og sleppa tökum á því gamla. Því sterkari sem viðbrögð okkar eru, þeim nærri eru við kjarna umbreytingana. En okkar verkefni er að ná tökum á okkar eigin tíðni og vinna með hana. 2026 markar afturhvarfslausan vendipunkt og upphaf á nýju ára lotu, en samtalan fyrir árið 2026 er 10 sem síðan verður að 1. Þetta er því byrjunar ár í orðsins fyllstu merkingu. En áður en ég lýk þessum þætti vil ég bjóða þér að taka stutta stund með sjálfum eða sjálfri þér og aðeins fara inn á við og styrkja innri tenginguna. Við skulum æfa hjartaundun til að koma í jafnvægi á milli huga og hjarta, sem er mjög mikilvægt að vinna á þessu ári. Svo það er gott að leggja aðra eða báðar hendur á hjarta og draga andan rólega inn nefið og meðan þú í huganum telur upp að 5, haltu síðan andanum aðeins inni og andaðu svo hægt út munnin meðan þú telur í huganum upp að 8. Dragðu andan aftur inn, finndu loftið fylla brjóstið. Haltu andanum inni stutta stund og andaðu svo frá þér hægt og rólega. Og slepptu við útöndun öllu því sem þú þarft ekki að taka með þér inn í nýja árið. Haltu áfram að anda hægt inn og enn hægar út. Og meðan þú ímyndar þér að iljar þínar tengist jörðinni, líkt og þær væru með rótum sem fara djúpt niður inn í stöðugleika, öryggi og næringu jarðarinnar. Finndu hvernig líkaminn róast. Hugurinn hvílist. Og hjartað fær meira rými. Segðu í hljóði eða upphátt: Ég er hér
Ég er jarðtengd eða jarðtengdur. Ég treysti ferlinu sem ég er í. Ef þú ert tilbúin til, skaltu opna augun hægt og rólega og taka þessa ró í huga og hjarta með þér inn í nýja árið. Takk fyrir að vera með mér á þessum tímamótum. Gakktu blíðlega inn í nýja árið með hjartað fullt af kærleika, gleði og friði. Gleðilegt ár. Takk fyrir að vera til.